Velkomin í Icelandic Immersion, comprehensive Icelandic for Icelandic learners. Góðan dag og vertu velkomin í þátt númer 89 af þessu hlaðvarpi. Í dag datt mér í hug að tala eitthvað sem ég var að tala við nemanda minn því hann vildi endilega fá að læra þetta og ég held ég hafi aldrei tekið þetta efni sérstaklega fyrir í kennslustund. Ég man þó að ég hef einhvern tíma talað við annan nemanda fyrir löngu síðan það að það væri mögulega sniðugt fyrir hann á þeim tíma að fara að kynna sér þetta. Þannig ég hlýt að hafa rætt þetta þá. En ég man þá ekki hvernig ég fór að því að miðla þessum upplýsingum þá. En þessi nemandi minn sem ég var að tala við nýlega þetta var eiginlega með sömu rök fyrir því að hann vildi læra þetta og þau sem ég myndi sjálfur leggja fyrir nemendur mína af hverju þetta geti skipt máli og hvernig þetta geti gagnast þeim sem að læra nýtt mál og sérstaklega að venja sig á það að halda áfram að tala það þó maður sé að segja eitthvað sem maður ekki alveg viss eða kannski að maður þurfi að hugsa sig lengur til þess að finna til dæmis rétta orð eða raða orðum á réttan máta. Ég var að skruna í gegnum alla þættina sem ég hef tekið upp til þess að skoða hvort ég hafi mögulega tekið þetta fyrir áður. Að skruna íslenska orðið á því sem að við gerum með tölvumús þegar við færum okkur niður á vefsíðu, annaðhvort upp eða niður. So, to scroll. Og mér sýnist ég ekki hafa talað þetta áður. En þetta þá hik-orð. Þau orð og jafnvel þau hljóð sem maður framkallar á hverju máli. Hvaða orð við á Íslandi og þau okkar sem að tala íslensku nota til þess að fylla í þögnina sem annars myndi koma ef maður hreinlega bara stoppaði að tala. Eða betur sagt, hætti að tala þegar maður að hugsa sig eða að hugsa eitthvað. Maður hefur séð mismunandi dæmi það hvernig hægt að gera þetta og hvað hægt að segja og hvernig hægt að tala í mismunandi málum. Ég finn það á mér þegar ég tala ensku að ég framkalla ekki sömu hugsunarhljóð eða hik-orð og ég myndi gera þegar ég að tala íslensku. Þetta eru hljóð og orð sem að eru eiginlega hluti af málinu og menningunni sem tengist málinu, frekar en að þetta sé endilega mennskt eðli. Ef þetta væri náttúrulegt mennskt eðli að gera þessi hljóð, þá væru manneskjur út allan heim líklega að gera þessi hljóð alveg eins. Svona eins og það mjög erfitt að heyra geisp á kínversku sem væri öðruvísi heldur en geisp á þýsku. Það erfitt að geispa með hreim
held ég, en núna þegar ég sagt þetta upphátt þá ég mjög forvitinn það hvort það sé mögulega hægt að heyra hreim í geispum fólks. En allavega ef hann til staðar og það hægt að geispa á kínversku öðruvísi en maður geispar á þýsku, þá það mjög lítill munur. Þannig ég held að þetta dæmi mitt sem ég var að taka sé eitthvað sem gengur upp fyrir þessa líkingu. Ástæðan fyrir því að þetta lítur að vera menningarlægur hlutur og að það sé mismunandi hvernig við gerum þetta í einu máli miðað við í öðru, vegna þess að fólk sem hlustar á ákveðið mál skilur hvað í gangi þegar annar aðili framkallar allt í einu einhver hljóð sem ekki orð eða endurtekur í sífellu einhver ákveðin orð og hvernig aðilinn kannski hagar sér á meðan hann endurtekur þetta orð. Þetta ákveðin vænting sem verður til við það að þú horfir á aðra gera eitthvað svipað. Eins og til dæmis hvernig sumir smella fingrum á meðan þeir að hugsa hvað þeir ætla að segja og á meðan þeir að endurtaka ákveðin orð. Það eins og ákveðin dans sem aðilinn dansar á meðan hann gerir þetta til þess að halda athygli þess sem að hlusta á meðan hann gengur í gegnum þetta ferli að leita að því sem hann vill endilega segja. Áður en ég fer beint í dæmin og segi hvernig við Íslendingar gerum þetta, þá langar mig að benda á það að þið ykkar sem að hlusta á mig, heyrið mig í sífellu vera að hugsa mig því ég ekki að taka þessa þætti upp með handrit fyrir framan mig. Ég tek þessa þætti upp í beinu flæði og finn upp á því sem ég ætla að segja á meðan ég tala. Þess vegna kemur það fyrir að ég vel mér óheppilegt orð eða raða stundum setningunum mínum upp á óskilvirkan máta eða kem einhverjum upplýsingum fyrir á torskiljanlegan máta með því að tróða einhverjum auka hlutum sem mér datt í hug þegar ég var búinn að segja eitthvað, eins og ég að gera núna aftast í setninguna, sem gerir svo setninguna sjálfa sem ég þarf á endanum að skrifa upp og þið þurfið á endanum að lesa virkilega langa eða langar. Nú til dæmis myndi ég ekki hvort ég hafði sagt setningu eða setningar og vissi ekki hvort ég þarf núna að segja þetta í eintölu eða fleirtölu. Ástæðan fyrir því að ég segi þetta að ég alltaf hikandi og alltaf að hugsa mig hvað ég ætla að segja næst. En fyrst þessi þáttur einstakur hvað það varðar að hann talaður og tekin upp á mjög rólegu tempói, á mjög rólegum hraða, þá fæ ég óeðlilega mikinn tíma til þess að hugsa mig og þarf því ekki að passa mig að halda athygli ykkar, að ég til dæmis haldi orðinu í samræðum og þú farir kannski ekki að grípa inn í því að ég bara einn hérna að tala. Og það þýðir þá að ég segi næstum því aldrei hikorð.
í þessum þáttum. Frekar nýti ég mér tíman á milli orða til þess að hugsa mig og yfirleitt dugar hann til, eða ég ýki kommurnar, þessar ósýnilegu kommur sem að gætu verið skrifaðar inn í texta, til þess að lengja enn frekar það sem ég þarf á að halda til að hugsa mig eða, og það sem er kannski lokapunkturinn í þessari löngu ræðu, að ég næ að nýta mér samtengingar sérstaklega mikið til þess að nota sem eins konar hikorð. Að ég segi til dæmis sem, eða sem að, eða þannig að, sem hikorð. Því þegar ég hef sagt það og ég veit að það er enginn að fara að trufla mig, þá veit ég að sá sem er að hlusta á mig væntir þess að það komi eitthvað meira og ég get bara tekið mér allan þann tíma sem ég þarf til þess að hugsa mig hvað ég ætla að segja. En þá loksins að taka fram orðin sem við notum á íslensku sem hikorð. Við notum sérstaklega mikið af ábendingum. Það er að segja að við notum orð sem að myndu einhvern veginn benda á ákveðin hlut. Svona eins og við værum að sjá til þess að þú sért ennþá að halda athyglinni á því sem við viljum endilega sýna þér. Þegar við tölum saman ertu að hlusta á mig, en með því að nota þessi orð þá get ég, nýtt mér það að þú gætir verið að sjá hlutina líka. Þannig ég er búin að ná að örva fleiri skilningar við þín, þó ég sé bara að nota orð. Ég hef aldrei séð þessa skilgreiningu eða útskýringu áður. Þetta er bara mín pæling það hvernig þetta gæti verið útskýrt á rökréttan máta. En þetta eru þá orð eins og hérna og þarna, sem að þýða bókstaflega bara here og there. En svo eru líka til önnur orð sem við notum til þess að fanga athygli einhvers eftir einhver tíma og láta þau sjá hlutin sem við ætlum að sýna. Þá koma skrítin orð eins og sko upp. Sko er upphrópun. Upphrópun, eitthvað sem þú hrópar upp eða bara hrópar. Það er íslenskunin á orðflokknum exclamation. Þannig að þetta er orð sem er sagt til dæmis í byrjun setningar sem einhvers konar tjáning og er orð sem hefur eiginlega engin áhrif á önnur orð í kringum orðið. Orðið sko myndi þýðast sem look here. Allavega er það sem merkingarlegt inntak orðsins er. Þannig þegar ég byrja setningu með orðinu sko, punktur, 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 og svo kæmi setning. Ok, sko, þetta virkar þannig að ef þú gerir svona og svona, þá myndir svona gerast. Þarna náðu þið að heyra hvernig ég gat notað þessi orð sem kveikja á þeirri virkni hjá hlustnandanum að búast við því að meira muni koma. Þarna nýtti ég mér upphrópun í byrjun setningarinnar og hélt svo athyglinni lifandi á samtengingunum. Það er eitthvað sem ég geri rosa mikið, jafnvel líka í þessum þáttum.
Þetta er það sem ég á við þegar ég segi sem eða þannig og svo framvegis. Það eru orðin. Ef við ætlum að fylla í þögnina með engu orði og bara hljóma eins og við séum ennþá að tala en erum samt ekki að ná að skila orðum frá okkur, þá myndi fólk byrja að nota bókstafi eða hljóð, ekki endilega orð. Á ensku væri þetta og svo framvegis. Á íslensku held ég að flestir væru að segja mögulega ekki Hvaða hljóð fólk notar er kannski persónubundið, en við færum klárlega ekki að segja eitthvað eins og eða til þess að hugsa eða segja og tjá það í hljóði að við séum að hugsa. Allavega, samkvæmt ritmenningunni, þá væri þetta hljóð skrifað í bækur sem annað hvort eða og það verður þá einhvers konar feedbacklúpa að fólk segir þá meira og af því það les það og fleiri fara að skrifa þessi hljóð til þess að meina þessar tjáningar. Og þá kemur upp hænu og egg spurning, hvort koma undan. Til að klára þennan skrítna þátt, þá langar mig að benda á af hverju mér og þessum nemanda fannst þetta mikilvægt. Það er vegna þess að ef þú nærð að læra hikorðin á máli sem þú ert að tala, þá nærðu að halda karakternum eða persónunni sem þú ert að þróa með þér, sem talar þetta mál. Þessi birtingarmynd egósins þíns sem að er þú sem notar þessi orð og talar á þennan máta við þá sem að tala þetta tungumál líka. Að þú nærð að halda þér lengur í henni. Ef við köllum þetta grímu, bara upp á myndlíkinguna, að þú setur íslensku grímuna á þig og þú segir eitthvað eins og ég er að læra íslensku af því að mér finnst það gaman. Þá fórstu á milli þess sem þú ert að æfa og læra að gera vel og aftur yfir í, eins og í þessu enska tilfelli, móður eðlið aftur. Þú skiptir grímu. Á meðan þú ert mögulega að reyna að æfa þig í því að halda grímunni á þér eins lengi og þú getur. Á þú sért að reyna að auka þrekið þitt. Þegar þú tekur íslensku grímuna af þér og ferð í móðurmálsgrímuna þína og gerir þetta kannski í samræðum við einhvern, þá er nokkuð erfiðara að setja á sig íslensku grímuna aftur. Það er eins og að lyfta henni upp á þig sé erfiður hlutur að gera. Þannig til þess að spara þér það erfiði, þá er kannski léttara að reyna bara að viðhalda því að þessi gríma sé á þér í lengri tíma og þú nærð að gera það með því að minnka þörfina á því eða minnka allavega vanan á því að þú skiptir grímu til þess að hugsa þig Að þú farir ekki að skapa hugsunarhljóð eða segja hugsunarorð á ensku eða frönsku eða ítölsku. Ég er að læra íslensku af því að mér finnst það gaman. Þetta kveikir upp í hreimnum sem þú ert mögulega að reyna að losna við þegar þú talar þetta mál og þú ferð aftur að hugsa á móðurmálinu þar til þú ferð aftur yfir í
nýja málið með meiru erfiði. Þannig, ef þið eruð að reyna að halda íslenskunni lengur á lífi í einu, þá væri þetta klárlega hlutur til þess að bæta við orðaforðan, sem skondið að kalla þetta, því þetta eru ekki beint orð endilega. En þetta vissulega hluti af tungumálinu og menningunni í kringum tungumálið. Ég vona að þetta hafi verið áhugavert og mögulega gagnlegt. Ég ætla þá ekki að hafa þetta lengra í dag. Ef þú hefur náð svona langt inn í þáttinn, þá þakka ég þér fyrir að hlusta og þanga til næst. Takk og bless. Hello again, it's me. Now in the wrong language. I just wanted to let you know that if you're interested in seeing a transcription of this episode that you just listened to, or any of the other episodes, then that's available to you through my Patreon page. That's gonna be within the Linktree link that you're gonna see in the description of this episode. So if you're interested in finding the Patreon page, the Facebook page of the show, or even my teaching page on italki, then all of that's going to be found underneath that little umbrella that is the Linktree link there. So don't be shy, click away. Thanks again for listening, and hope you'll come again. All right, take care.